Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við reiknum horn. Við vorum síðast að skoða hvernig við mældum horn með gráðubúa. Nú ætlum við að sjá hvernig við reiknum horn. Við þurfum að vita hvað ýmislegt horn áður en við byrjum. Við þurfum til dæmis að vita að horn sem er minna en 90 gráður köllum við hvasst horn. Horn sem er stærra en 90 gráður köllum við gleitt. Og horn sem er nákvæmlega 90 gráður og er oft merkt svona köllum við rétt horn. En við þurfum líka að vita hvað grannhorn eru. Grannhorn eru horn sem myndast á beinni línu. Þetta á að vera bein lína hérna hjá mér. Og grannhorn eru alltaf samtals 180 gráður. Ef þið skoðið gráðubúan ykkar, þá er bein lína nákvæmlega 180 gráður. Þannig ef ég veit hvað annað er, þá er hitt hornið afgangurinn af 180. Þannig það sem ég þarf að gera er að segja 180 mínus 50 og þá fæ ég 130. Þetta er 130 gráður. Þetta er ekki flóknari reikningur en þetta. Af því að samtals þetta pluss þetta er 180. Þannig að þá þarf ég bara mínusa. Ég get meira að segja að nota gráðubúan minn því að á gráðubúanum þið munið þá byrjaði annan kvarðin hérna megin og fór alla leið yfir og hinn byrjaði hinum megin. Það sem stendur 50, þar stendur 130 á hinum kvarðanum. Því að þetta matsar og við erum í raun þegar við mælum 50 gráður hérna megin. Þá stendur 130 því að við getum mælt hitt hornið í leiðin án þess að hreyfa gráðubúan. En það er í sjálfu sér nóg í þessu að kunna að reikna þetta. Dreg hornið frá, fæ út 60 gráður. En það skiptir máli að kunna og skilja hvað grannhorn eru. Hér eru með samskonadæmi. Nema að myndin lítur út fyrir að vera svolítið flóknari. En ef ég horfi bara á þetta einu og ekkert annað, er þetta ekki eins dæmi eins og áðan. 180 mínus 70, þetta horn er 110 gráður. Og ef ég horfi bara á þetta, 180 mínus 50, þetta horn er 130 gráður. Nei, það er þetta hérna horn sem er 130 gráður, það er fyrir utan. Og ef ég horfi bara á þetta, 180 mínus 120 er eftir 60, þetta horn er 60 gráður. Og ef ég prófa núna, bara ganni, að leggja saman þessi þrjú horn inn í þríhyrningum, 50 plus 60 plus 70, 50 plus 60 110 plus 70 gefur mér 180 gráður. Hornasumma þríhyrnings er alltaf er alltaf 180 gráður. Það er bara regla. Ég get alltaf treyst því. Alveg sama og grannhorn, 2 horn á beinni línu eru 180 gráður. Þá hlýt ég geta nýtt mér það hér. Því að x plus 30 plus 80 er jafnt og 180. Og þá þarf ég ekki nema að segja bara x plus 110 er jafnt og 180. Hvað vantar hérna upp á? Það vantar 70. Ég vil líka geta sagt bara 180 mínus 110. Það gefur mér 70. Þetta horn er 70 gráður. Það sem vantar upp á í 180. Þannig að ég nýta mér það sem ég fann út áðan að hornasumma þríhyrnings er 180 gráður. Hornasumma ferhyrnings er 360 gráður. Ég get nýtt mér það eins hérna. Ég legg þetta saman 130 plus 40 er 170 plus 100 viðbót er 270. Þá ger ég bara 360 mínus 270. Það er aftur 90 gráður. Þetta horn er 90 gráður. En teikningin sýnir þetta horn alls ekki sem 90 gráður. Þarna þurfið að passa ykkur, þið voru ekkert að reikna vitlaust, myndir þar sem ykkur er ætlað að reikna svörin,
Þær eru vísvitandi gerðarvitlausar svo þið fáið ekki rétt svör ef þið reynið að mæla. Þið eigið ekki að mæla þessar myndir ef það stendur reikna, þið eigið að reikna. Þannig að þið verðið að kunna að reikna þegar það á við og kunna að mæla þegar það á við. Þannig að myndirnar eru yfirleitt viljandi hafðar vitlausar. Þá er það síðasta. Hérna vitum við bara eina tölu. Þetta lítur út fyrir að vera eitthvað skrítið. En við vitum að þessi hérna tvö eru grannhorn. Hvað regla gildi grannhorn? Jú, þau eru samtals 180. Þannig að 180 mínus 55 gefur mér að C er jafnt og 125 gráður. Og þessi tvö eru líka grannhorn. Þá ger ég 180 mínus 125 og merkilegt nokk, það gefur mér 55 gráður. Þannig að þetta er 55 gráður. Og nú hef ég val að gera annað hvort svona eða svona, en bæði eru 55 gráður. Þannig að ég hlýt að fá 125 gráður hérna líka. Og þá kem ég að skemmtilegri reglu. Topphorn eru horn sem eru á móti hvert öðru. Þessi hérna tvö eru topphorn og þessi tvö eru topphorn. Og topphorn, x er jafnt og x og y er jafnt og y. Horn sem eru á móti hvert öðru eru jafn stór. Þegar tvær línur skerast. Þau eru alltaf jafn stór og það er regla. Ég hefði raun ekki þurft að reikna til dæmis þetta horn hér. Ef ég hefði vitað þetta strax og sagt það strax, þá hefði ég getað sagt bara já, þessu eru móti hvert öðru, þá er þetta hérna horn. Þetta horn 55 gráður. Þá er bara þurft að reikna annarkvort þetta eða þetta, því þá leið ég veit annað þeirra, þá veit ég hitt. Það síðasta sem ég ætla að setja inn hérna er hvað er horn rétt. Ef ég tekna strik og tekna annað strik horn rétt á það, þá myndast 90 gráðu horn á milli þeirra. Og ef þetta er horn rétt, þá eru all hornin 90 gráður, því annars er það ekki horn rétt. Og það virkar í raun þannig leið og eitt horn er 90 gráður, þá er hornin á móti 90 gráður. Og fyrst að þetta er 90 gráður, þá lítur þetta líka verið 90 gráður, því að 90 plus 90 er 180 og þá erum við komin hringinn. En þá er þessu lokið.